Þegar ég byrjaði mitt nám hjá Keili, þá fann ég strax fyrir því að þetta væri dálítið óhefðbundin menntastofnun. Og stofnunin er rauninni ekki rétta orðið yfir þetta umhverfi. Þetta er vettvangur umhverfi fyrir skapandi hugmyndi. Ég fekk það strax á tilfinninguna þegar ég steig inn fyrir veggi Keilis. Það er fullt af fólki út í þjóðfélaginu sem er að hugsa að fara að læra. Hefur ekki trú að þau geti það, en stíga skrefið. Og Háskólabú Keilis hér á Ásbrú er gjörsamlega fullkominn staður fyrir fólk sem vill fara út í nám eftir kannski langa fjarveru eða það á eftir að verða fyrir frábæri reynslu og á eftir að koma óvart hvað þetta býður upp á. Í framtíðinni sé ég fyrir mér að IHK einkaþjálfarar geti starfað með svo mörgum öðrum, ekki einvörðungu að vera á gólfinu í einhverju stöð, heldur tengingu við sjúkraþjálfara, næringaþerapista, næringafræðinga. Maður lærir svo ótrúlega margt í skólanum hjá Keili, þannig að möguleikarnir eru svo ótrúlega margir. Hér hjá Keili Flugakademíu þá bjóðum við upp á flugtengt nám, eins og nafnið gefur til kynna. Við bjóðum upp á nám til einkaflugmanns, nám til atvinnuflugmanns og einnig erum við með nám fyrir flugumferðarstjóra og flugþjónustunám og svo það nýjasta sem byrjað var er nám til flugrekstrarfræði. Þetta væri spennandi og æðislegt tækifæri. Þú getur búið alls staðar í heiminum og getur opnað svo mikla atvinnumöguleika fyrir þér í öllu. Keilir er lítill skóli sem er kannski svolítið stór á þessu svæði. Hér er svona nokkurs konar campus tilfinning sem maður þekkir kannski frá Bandaríkjunum. Hér eru margir sem að búa alveg í næsta nágrenni, hafa flutt hingað kannski beinlínis út af skólanum og þar með verður nánd fólksins sem að býr á svæðinu líka meira. Það er stutt á milli heimilis og skóla og þeirra sem eru í skólanum og það er líka stutt í fyrirtækin sem eru á svæðinu. Ég áttaði mig á því að náminu loknu að slagorð Keilis, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, hitt eiginlega beint í mark. Það er akkúrat það sem að Keilir er. Svo að Keilir er bara lítill þægilegur skóli sem að stefnir á marga og stóra hluti í framtíðinni.